Grunnvatnsstaða er hversu hátt grunnvatnið nær hverju sinni. Grunnvatn er vatn sem er ofan í jörðinni og það fer eftir jarðveginum hversu hratt það rennur í gegn, en yfirleitt rennur það ekki mjög hratt í gegn. En ef ég teikna hérna einhvers konar landslag, hérna er fjall, svo kemur hérna láglendi og svo einhver laut og svona, svo heldur þetta áfram. Og ef ég teikna grunnvatnið hérna með rauðu, þá sveiflast það svolítið með landslaginu. Og hér gæti til dæmis verið stöðuvatn. Hér stendur grunnvatnið og er grunnvatnsstaðan fyrir ofan yfirborðið og þá myndast stöðuvatn. Ef grunnvatnið hér myndi hækka örlítið til dæmis hér, ég teikna nýja grunnvatnsstöðu hér, þá myndi myndast lind hérna, það er að segja uppspretta því hér fyrir að leka út vatn og myndast lækur. Hann gæti lekið náttúrulega aftur úr jörðinni einhvers staðar, en oftast þá renna þeir nú bara eftir yfirborðinu. En svona myndast lindir eða uppsprettur. Og jafnvel stórar ár geta myndast af mörgum svona uppsprettum. En grunnvatnsstaðan er sem sagt hversu hátt þetta er. Ef það er mikil rigning þá hækkar grunnvatnsstaðan, en ef það rignir ekki langan tíma þá lækkar grunnvatnsstaðan. Og þá geta tjarnir eða stöðuvötn og lindir þornað upp. En í miklu rigningum þá hækkar yfirborðið og nýjar lindir geta myndast.